Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. vaffpallar.is. Það ég, besta spjallið heilsar. Mánuðurliðin af bestu deildinni og línur svona eitthvað farnar að skýrast. Sjálfur heiti ég Kári og fengi til mín 2 góða gesti til að kryfja hana fyrsta mánuði upp. Þeir Ragnar Bragi Sveinsson og Arnar Gauti Ragnarsson. Velkomnir. Takk fyrir það. Takk kærlega fyrir það. Mánuðurliðin, þetta er fljótt að líða. Já, þetta er fljótt að líða og sérstaklega svona núna líka fyrir svona eiginlega skemmtilegasti hlutin á tímabilinu, það er maímánuður. Ég er mjög hrifinn af maímánuði. Það spila svo ört. Spila svo ört og líka nóg að gerast í fleiri íþróttum. Já, þannig að en svona við erum aðalega fókus á fótboltann. Þannig að ég er ekki sammála línu sem farið að skýrast. En erst þú sammála því? Já, svona einhvern veginn, sko. Þetta er alveg svona ákveðin lið búin að svona skana meira fram úr en önnur og önnur lið komin aðeins meira í brekku en hinn. Þannig að já, þú veist, eins og segja, þetta er núna eru að fara inn í minn uppáhaldsmánuði, sko. Er það maí líka? Já. Sem leikmaður er maí. Já. Draumur. Hvers vegna? Er það bara að spila svo ört? Það er bara að spila svo ört og búið með langt og leiðilegt undirbúningstímabil. Ert í toppstandi. Já, það er engar æfingar á milli. Þannig að það er bara spil, svo bara recovery og svo aftur spil. Þannig að það er bara draumur. Ekki það, þú veist, í lokin að það gengur vel, skilur, þá er þetta alltaf skemmt að spila í lokin. Ég er bara búin að vera svo oft í fallbaráttu með sko magan út í maganum bara, ósofin í nokkra mánuði og þannig að þá maíð er skemmtilegur, það er minni pressa. Já, ég styð það. En við erum hérna í Kókstúdíónu og í boði Vinnupalla. Við ætlum að fara hérna yfir hvert lið fyrir sig og síðan að helstu sögulínur og margt annað. Við byrjum á toppbaráttunni, förum kannski þá í toppliðið á vel við. KR, fullt úr stiga, 15 stig eftir 5 leiki. KR-ingar get ekki beðið mikið meira. Nei, það er erfitt. Þeir svona varu, ef þeir myndu við eitthvað aðeins meira væri til að búin að sleppa þessi mörk í lokin á sig. En ég meina, þetta stórkostlegt lið. Þetta ekki skemmtilegast eða með skemmtilegri projektin sem maður hefur orðið vitni af enn sem komið er í boltanum. Ég meina, það er ekki nema 8 mánuðir eða bara nokkur þannig sé leiki síðan, þú veist, það var tímabilið kláraðist í fyrra og búið að fara af stað núna síðan að tapa 6-7-0 fyrir Víking og fleira og hversu langt liðið er komið og bara hvernig spila eru þetta bara unnun að fylgjast með. Bara sem fótbolta áhugamaður er þetta bara það sem maður vill. Já, og svona aðalega maður öfundar svolítið strákana sem eru að spila hana bolta og spila hjá Óskari eins og staðan er núna og maður sér að Óskari með svona einhvern veginn líða vel kallirum, þú veist, það er þú veist, hann er algjörst með total control á öllu í Vesturbænum, þú veist, það er bara, hann ræður yfir öllu og það er ekki pressa á honum sem maður sér einhvern veginn að hann fílar að vera í þessu projekti og já, ég meina, bara stórkostlegt eins og sé bara að fylgjast með spila er bara geggja. Já, þetta er svona nánast klám fyrir fótboltamannin, sko, ef þú veist, einmitt að fá að horfa á þetta og bara, þú veist, hvernig spila og bara, þú veist, þetta er svona tímabilið sem hann óskaði sér að síðasta tímabilið var, þú veist, þetta munaði ekkert ótrúlega miklu að, þeir eru bara farið niður í fyrra, þannig að það er alveg svona, já, þú veist, maður sér á Óskari að það eru svona 20 kíló farin af honum bara andlega. Hvað hefur breyst frá því í fyrra? Já, þetta er bara Fínt að fá Arnór inn. Já, ég meina bætir þetta við Arnór Ingva og bara, þú veist, projektið komið lengra, þú veist, hann er bara búin að spila tölur fleiri leiki saman, tölur fleiri æfingar, þetta er bara komið lengra þar sem hann er búin að stefna, hann er alls ekki komin á, þú veist, í lokin, endastuð í þessu, skilur, þetta verður enda, og svo þetta er hann bara með, þú veist, núna er Amir, Gósits búin að vera allan veturinn líka með, búin að spila alltaf fálega vel, Luke Ray er alveg heill, við veit að hann, hvað var ekki að, Aron segja hann að tókna eitthvað 6 sinnum í fyrra, þú veist, þannig að hann var náði aldrei, þú veist, almennilegu flugi og þetta bara að fá Arnór Ingvi inn og þetta Hrafn Tómasson. Ótrúlegur. Þú veist, og meira stjarna. Já, klálega, þú veist, ég spilaði á mótunum fyrra og komið þrótt og þú veist, það var ekki hægt að ná boltanum á hann bara einhvern veginn sveif völlinn. Og þannig að maður var mjög spenntur að fylgjast með honum inn í þessu káli. En þeir eiga samt, þú veist, þeir eiga svolítið inni og eiga Gauta. Algjörlega. Þú veist sammála því.
hann ná alveg inn í einhver mörk sko. En á meðan, þú veist, Aron hann bara eins og gott rauðvín sko. Hann verður bara betri með aldrinum einhvern veginn. 5 mörk og 3 stóðsendingar held í fyrstu 5 umferðunum. Já, bara, þú veist, hann að stíga svakalega upp, örugglega, bara ef ekki svo besti maður deildarinnar sko. Já, hann er búin að hann er ekki búin að vera langbestur. Jú, það held ég. Leikmaður mánaðarins verðskulda þetta. Já, klálega. En þú veist, hægt að segja, þú veist, hvenær lenda þær á vegg? Munið þið lenda á vegg? Náttúrulega, þú veist, prógrami sem að fara í núna næst, þú veist, út þennan mánuð. Þú veist, þá náttúrulega að fara í svona hærri röngu liðina sem er búin að mæta, skilurðu. Þú mættu Val í síðasta leikin, þeir að fara núna í 2 leiki röð gegn Stjörnunni, sem að með gengi á Stjörnunni, sem kannski förum við eftir, þá verður það ekkert grín. Það er hljóta alltaf bæta fyrir hvernig það er búin að vera. Þannig að, þú veist, enda á vegg, ég veit ekki, þú veist, það sé kannski einhvern veginn rétt á orði. Þú veist, þeir munu tapa leikjum, sko. Skilur, þetta mun ekki vera svona endalaust, en megið að vera sem lengst, sko. Eða, þú veist, bara hvernig að spila. Já, algjörlega. Það er einmitt svona, ég held að betri liðin myndu nýta sér það, þú veist, eins og þetta væri fyrir það. Þau eru oft stundum svona opnið tilbaka, sérstaklega sent í leikjum, að þú veist, betri lið munu nýta sér það. Þú veist, eins og Víkingur og kannski Breiðablik sem eru einmitt svolítið þetta tilbaka. En já, þeir munu, þú veist, sem bara fótbolti, þú veist, þeir munu tapa leikjum. En það er einmitt bara, þú veist, veggur ekki veggur, ég held að, þú veist, þeir munu mistiga sig, en ekki eitthvað mikið meira það, þú veist, með hvernig þetta er. Já, líka bara, þú veist, það er bara margt, hann er svo gjössalega með leikmennina með sér, hann er bara köllítur, hann er bara svo Skúli Móhansson var í á Vá á sínum tíma. Já, ángrís. Maður sá það í hálfleiksfyrirhæðunum, þetta er bara eitthvað vegferð og þetta er bara eitthvað svona project, en það eru bara allir búin að bara gleypa. Maður sér það bara í augunum á leikmönnunum og þetta er bara, þú veist, þeir fara að sofa hugsandi bara spenntir, Já. koma á æfi næsta dag og spenntir næsta leik. Og það er svo mikið, þjálfari að mínum að þetta er fyrst og fremst sölumaður. Þú veist, hann er sölumaður á sínar hugmyndir og sínar hugmyndirfræði að þetta er þessi leiðin til að árangri. Og ef allir eru að dansa í takt eftir þessu, þá er 14. leikmaður, 15. leikmaður, 16. þá er hann ekki fúll að vera á bekknum, hann er bara spenntur einhvern veginn að komast inn eða meira peppar að komast inn í liðið í staðan fyrir að vera í fílaugstur út í horni. Og svo er líka bara, hann sýnir það líka best bara með að, þú veist, hann var búinn að skipta markmann. Arnar var komin í markið, meiðist, og þá fer bara Halldór í markið. Þú veist, það er ekkert verið að redda ykkur öðrum inn þó að Halldór var búinn að missa traustið, Arnar er búinn að ná stöðunni, þá bara kemur hann inn og það er bara traustið. Það er líka sýnir mönnum öðrum að því kring að skilur að þú dettur eitthvað á bekknum, þá bara fótbolti er svo fljótur að breytast. Maður í þinni stöðu gæti meðist og þá bara dettur hún og þá færðu traustið. Hann er búinn að gefa það út og það finnst mér að búinn að gera briljantlega. Já. Ragnar, síðasta leið til að vinna KR, það voru þínir menn í Fylki. Já. Hvernig fóruð það því? Já, bara við reyndar unnið það ekki, ég ætla jafntefli að unnið það í Vík. Sigur. Við náttúrulega þá náttúrulega, sko, við nýttum okkur það að þá var náttúrulega markmann að fóra mér framalega. Þá er mjög sniðugt að koma framalega að það er að ná bótunum fram hjá honum og ná í rautt á hann. Og verða manni fleiri. Það er haldið trikk saman til KR í dag. Það er myndi alltaf, ég var þjálfari, leggja hluti leikinum þannig að ná þessu 1-1 á móti markmannunum og ná rauð á markmannunum. Verða einu fleiri. Ég held að það sé leiðin á móti KR. Uppskriftin er komin. Förum í liðið í öðru sæti, það eru Víkingar. Þú veist, annars sæti, þetta hefur ekki verið nein flugveldasýning á Víkingum upp að móts. Nei, mér finnst þetta svona smá Arsenal-bragur einhvern veginn á þeim, sko. Þú veist, bara þéttir, góðir, þú veist, og bara svona svolítið traustir, þú veist, þeir eru náttúrulega bara með besta hóp bara sem maður hefur séð á Íslandi. Þetta er bara djók, sko. Íslandssögunar. Já, bara by far og þú veist, eru bara ótrúlega solid, mikil breyting á leikmönnum og þú veist, starting line-upið breytist með einhverjum mesta leik, þannig að þetta minnir mér svolítið á svona Ferguson back in the day, þú veist, aldrei sama line-upið, þú veist, aldrei til að halda einmitt mönnum á tánum svolítið, en já, þú veist, ég veit ekki hvað að stoppa þetta, sko. Nei, þetta er náttúrulega eðal sammála, þú veist, þetta er engin flugveldasýning og var það ekki heldur í fyrra. Nei, heldur betur ekki. Bara klárlega ekki, en þetta er bara svo rútínerað og það er, þú veist, þeir vita bara og andstæðingunum veit að ef það er 1-1 á 70, það eru 97% líkur að þeir séu að fara að tróði marki. Og þú veist, en hvort þess sem að Sölvi er ekki búin að finna liðið sitt,
hann, þú veist, ef hann var að fara í úrslitaleik á morgun, veit hann alveg hverju var að fara að byrja, held ég. En hann er þetta að gera núna að ná mínútum í menn upp á þegar álagi byrjar frá með júlí, þegar þetta fara í leik bara 3 daga fresti með Evrópukeppni, að þá verður alltaf verið að saksa það að búin að koma mönnum í form, í spilaform. Og fyrir utan það, þetta er þetta bara miklu þægilega fyrir í dag, bara Gylfi eitthvað tæpur, eins og meiddur núna. Aron Elís, gefa honum mínútur. Já, það getur verið. Þú veist, það er bara Danni Hafsteins, bara besti miðjumaðurinn í deildinni fyrra. Þú veist, bara byrja að tóa síðust 3 leikinn í bekknum. Þetta á ekkert að vera hægt. Skilurðu? Og sér það líka að fara í síðasta leik, þú veist, ekki með Egróð, ekki með Gylfa og var ekki Nico Hansen á bekknum. Jú, Nico var 90 mínútur, Egróð kom alltaf bara inn á hvað, 10 mínútur eða eitthvað. Þú veist, átti ekki að vera með, en þú veist, og Ingvar náttúrulega út í hálfleik, en þú veist, þetta svona 3, þú veist, þetta súlan. En samt svona einhvern veginn svona labba bara svona ótrúlega easy einhvern veginn yfir Keflavík og bara vinna. Já, ég bara klára þetta. Þetta er búin að gera, það leit ekkert vel út með Elías í vetur, þú veist, það vita það allir. Og það er ekkert eitthvað launungum mál að launungunum voru að skoða lánan. Hann er þetta bara gjössanlega búin að sokka hvern einasta mann og bæði hjá Víking og Fjölmiðlum og og bara búin að vera frábær. Akkurát. Kom inn, þannig að það er búin mjög gaman að fylgjast með honum. Annar líka bara sjá einhvern veginn, bara hvernig hann er að dreifa þessu og hvað hefur einhvern veginn virkað. Út af því að mínum mati er allt öðru að þjálfa Víkingsliðið heldur en öll önnur liði í deildinni. Út af hópnum þá? Já, út af hópnum. Þú veist, þetta er svona einhvern veginn Galacticos vibe. Já. Þú veist, og þú ert miklu meira að kontrólera, þú veist, þessi gauðra kunnallir, hann er ekkert að kenna Gylfa að sparka í boltan eða, þú veist, massíft að drilla einhverja pressu, þetta kann þetta alveg og hinn í gauðarnir þarna. En þetta snýst bara algjörlega maður og management, hvernig þetta halda mönnum og hópnum góð. Þannig að mínum að þetta er allt öðru sér starf heldur en hinn störfin í deildinni. Einu maðurinn, einn af þessum sem þarf að þjást á kostnað hópsins, Jónas Kristinn Bjarnason, spilað 5 mínútur. Já. Þú veist, þetta var einn besti leikmaður KR á síðustu tímabili áður en hann fór út. Bara hvers vegna, þú veist, er hann ekki nægilega góður til þess að vera, þú veist, meira inn í lúpunni? Jú, nægilega góður, kannski. Klárlega góður, sko. Hann er bara frábær leikmaður. Hann er bara í keppni við frábæra leikmenn líka, skilur við. Og ekki nóg með það að vera bara búin að spila 5 mínútur, þá er þetta uppeldisfélag hans búin að vinna allir leikinn. Þú veist, og það, þú veist, ef við myndum bara beina þess að mér og ef maður hefði orðið það heppinn að fá boð frá Víking og Fylki væri svolítið eitthvað að spila þarna og maður var bara bekkni og Víking og hilliði bara að brillera. Þú veist, það svíður ennþá meira, sko. Það er alveg að lofa því. En hann verður bara leggja harða rassi spýti lóðana, sko. Já, koma sér í liði. En svo er náttúrulega spurning hvort hann bara horfi eitthvað, þú veist, lán mitt sömmer, því að, þú veist, maður sér það ekki fyrir sér, þú veist, þeir eiga ennþá sveinmargir sem þið gætu fengið inn líka. Þú veist, það er bara gæðin í þessu liði, þetta er bara einstaklingsgæðin, þú veist, við vorum að tala Aron Elís og Gylfa og við nefndum ekki Elías, þú veist, sem er bara, maður vissi ekkert hvert að hann var að fara þarna lengi vel, en svo er hann bara búinn að sokka hvern einasta mann hérna. Já, þú veist, hann er náttúrulega bara að tók þessi ákvörðun, þú veist, hann sagði í viðtali, minni mig hjá Alberti Brynjar í gullspjaldinu að hún var alveg staðið KR til boða, en með minni rétt. Akkurát. Og FH var líka Já, þetta FH líka, það var alltaf klálega, en þú veist, nú er ég að aðeins meiri stemming að vera í KR í dag en FH. Og þannig að, þú veist, þetta er bara, að mínum að þetta er skrítin ákvörðun. Það er bara svo margir fyrir framan. Hann vissi alveg þegar hann gekk þarna inn. Já, ég meina það er ekkert eitthvað að koma honum á óvart að, þú veist, hver er að spila. Það getur ekki verið. Nei. Þú veist, ekki nema að sé bara eitthvað veruleika fyrstur. Þú veist, en á samanskapi, þó þessi ykkur tugga, þá er hann að æfa með þessu gaurum á hverjum degi, svo mikið að færa að æfa með Gylfa á hverjum degi. Þú veist, hann hlýtur allavega að taka eitthvað á því. Svona ef hann á að horfa eitthvað. Hann er bara bestu, þú veist, hann er allavega að verða betri. En það er mjög spurning bara, þú veist, skipulagi og prógrami er þétt. Þú veist, svo erum við eins og við talum um KR, það er bara svolítið spursmál hvenær menn meiðast. Þá verður hann bara að vera svolítið tilbúin ef að kalli kemur, sko. Já, ég meina, snúðu sig bara við, ég meina, þú veist, var hann að byrja hjá KR? Erfitt að fara rök fyrir því núna, en Þú veist, ok, klálega, þú veist, byrja fyrsta leik kannski eða eitthvað, en þú veist, hvernig miðjan og KR í dag? Já, bara Ég veit það ekki,
það er styttra fyrir hann Já, inn, auðvuslegin en já, það er einmitt spurning hefum komið aðeins fyrir hvort þar, við varum að sjá Hrafn starta alltaf leiki fá að njóta þess Þetta Hrafn er með eitthvað öðru X-faktor, hann er með eitthvað X-faktor þú finnur það á spilumótunum það er eitthvað hann er bara skilningur á leiknum og fleira hann er með það er allt meira enn í hérna Ég sagði Magga.net að ná í hann nú hvað fyrir 3 árum með eitthvað Hrafn hann hlustaði ekki á þetta hann hlustaði ekki nei, gerur rosa lítið að því Herru, förum í 3. sætið, það eru blikarnir. Öðruvísi blikalið undir stjórn Ólasinga. Hvernig svona, finnst ykkur áran yfir blikum eða byrjuð þér, Arnór? Bara svolítið skrítin. Ég veit ekki hvað það er, en þú veist, maður veit ekki svona alveg hvar maður hefur. Mjög þéttri tilbaka, þú veist, spila vel, eru svona, þú veist, meira varnar sinnandi en maður bjóst við, svolítið. Þú veist, þeir eru náttúrulega ekki með hennan pjúra strækir sem að fara að skila, hann er að starta móti helviti vel, en svo er einmitt bara spurnál hvenær hann meiðist, því miður. Kristófur. En þeir eru óbúrslega þetta tilbaka, Anton Ari er búinn að vera mjög góður, en maður bjóst við meiri svona flugveldasýningu en maður er að horfa upp á, finnst mér. Heldur betur. Já, ég bjóst alltaf við að Óli, við spilum báða með honum, hann var þjálfari í okkar bekki líka. Óli er mjög skemmtilegar pælingar sem þjálfari og hann getur alveg verið sóknarsinnaður þjálfari ég meina, hann var einn af fyrstu sem var komið inn með inverted bakvörð og alls konar dót hérna heima sínum tíma en þetta er samt alveg ég vissi alveg að hann myndi byggja frá rauninni grunninn undir húsi fyrst og svo fer hann upp þannig að ég er sammála að þetta er búið að vera döll, en þeir eru samt að saxin stig og fá alla mörk á sig og svo leið og það er ekki launungumál þeir eru búin að leita sér að framherja þannig að þeir vilja alveg bæta í þar þannig að ég er ekki svartsýnn á blikana eins og margir alls ekki kannski út af því að ég er aðeins litaðar skilum og heldur Óla líka en mér finnst það búin að gera þetta mjög skynsamt hvernig hann búin að nákast þetta en það eru þetta ákveðna breytingar hafsendarnir tveir sem hafa spilað fyrir Breiðablik síðastliðin 10 ár Viktor og Damir eru náttúrulega hvorur að spila Damir er náttúrulega farin og Viktor er ekkert að spila það er nýtt hafsendar Andri Jóman er bara orðin aðal miðjumaður hann er ekki búin að spila á miðjunni bara í mörg ár svona típisku leikmaður sem Óli myndi fíla eða fílar eiga náttúrulega eiga að högga svolítið inni náttúrulega líka náttúrulega bara eitt besti ef ekki besti eða með bestu leikmanni deildarinnar þannig að Aron Bjarnar kom á meiðslum og kom tilbaka það er þetta hellingur í þessu en leið og fá strækir í mixi með Kristófer þá getur þetta lið þeir eru heldur ekki að fara neitt álag þessum það er ekki Evrópa en bara svo við veitni eitthvað mann Albert Inga kallaða metnaðarleysi að sækja ekki framherja er það ekki samt smá staðan út þetta er vandamál sem allir geta bent á það eru allir að treysta á Kristófer Inga í heilt tímabil og þeir allir ekki að gera það þeir voru alveg að reyna að ná framherja en svo er þetta spurning með skilur þeir eru ekki í Evrópu í ár og það er líka verið með það sé leiðilegur það eru aðaldir ekstri og þeir fengi alveg tilbúð í gátt alveg fengið hinn framherja en voru bara ekki tilbúin að borga þeir bara samningur sem við byggðum Árna Vil var bara ekki nógu góður til að það myndi hoppa á þetta núna og fleira þannig að jú, metnaðarleysi því að hafa ekki klárað þetta en svo eru þeir bara ekki tilbúnir að borga fyrir menn sem vilja fá vel borga og eiga það skilið en svo er það spurning, ég meina hvað verð setur á mörk Já, það er hvað prís setur á, ég segi það þannig að þó myndi borgangur góður auka 2-3-400 kallar mánuði til að vera klár en það verður líka að vera bara toppstrækir þetta er bara þannig lið að það verður að vera bara gaur sem skilar inn svona allavega svona 15 mörkum en eins og maður segir maður að því maður þekkir Óla frekar vel að maður heldur svo ótrúlega mikið með honum og veit hvað hann getur sem þjálfari að mér finnst svo rosalega þeir eru bara búin að byggja svo frábæran grunn að því að hann kemur inn í þetta jobb og hann er ekki að snúa öllum steinunum við einhvern veginn hann er ekki að búa til einhverja nýja herfer sem þeir eru að
fara í gegnum Er samt að breyta, þú veist, Já, þeir eru spáir í massíf. þessu. Já, en samt, þú veist, svona ekki, þú veist, svona massíft, sko. Þú veist, hann bara gerir þetta svo ótrúlega vel og svo frábær þjálfari, þú veist, þannig að maður þekkja bara það vel. Að maður bara, þú veist, ég mjög bjartsýnn á komandi tíma hjá Breiðablik, sko. Akkurát. Ef við finnum bara í þessi þrjúliði sem við fórum yfir. Eru þetta liðin sem geta barast skjöldin góða? Er einhver fleiri liði inn í mixinu? Nei, það er þessi. Nei, Það er bara þessi. bara þessi, sko. Að mínu mati, Þá er það snalla. já, Förum í fjórðarsætið, það eru framarar. Óvænt, kannski svona næst mestu skemmtikraftar deildarinnar. já, klálega, og jafnvel aðeins og miklu bara fyrir þessum þjálfara, sko. Eða þú veist, þeir eru náttúrulega að leika alltaf mikið mörgum inn fyrir hans megg. Akkurát. En fyrir okkur slutlausu sem er að horfa, þetta er bara snild. Ég er reyndar, sko, sagði nú fyrir mót, maður tekið þá típa á þetta, að ég spáði miklu betra gengi en þið var spáð. Já. En ég spáði líka káa frábæri gengi, það er annar mál. Þeir eru bara úr skoðar, þeir eru þetta bara með hörku lið. Það er mitt. Svo þegar Ægir Jarl var komin inn í mixið, Gekkja, þú miðja. veist, miðjan, frábær miðjan, Kenny Choppard er bara, þú veist, Rauðvin. Segir það. já, ef einhver er eins og Rauðvin, sko, Já, það er Kenny hann, Choppard. sko. Þú veist, Allir Þór hefur líka komið vel inn í þetta. allt er komið bara frábær inn í þetta og fær rönnið og þannig að bara algjört kútos á hvað þeir eru að gera þetta fram. Þetta líka bara liðið tekur stöðum bara bætingum frá ári eftir að Rúna tók við. Já, sammála því. Og ég held að sé komið smá pressa á að, þú veist, það verði allavega einhver svona einhvern árangur verði náður í ár, sko. Þú veist, að þeir eru ekkert með ódýrt lið. Það er mitt. Þú veist, þetta er alveg valdi menn í hverju stöðu. Það er bara ekkert hægt að vera með ódýrt lið lengur í eftir deild. Nei, þú veist, sem betur fyrir, að því að, þú veist, deildin er bara orðin það góð, að þú verður bara svona að, kaupa góða menn, en hann er einmitt búinn að fá svona góða leikmenn og þú veist, Ægir Jarl, Atli Þór, bara, þú veist, eins og flýs við rass þarna. Já, líka bara þekkja Rúnar, hann er kannski líka að, hann er einn af fáum þjálfarnir sem að maður væri virkilega til að prófa að spila fyrir. Sammála. En út af því að hann á svo lojal gaurar, sko. Já. Þú veist, bara eins og Kenny og Ægir. Það er mitt. Þetta er bara, þetta er hrikalega, það er hrikalega vel gert. En það sem er svekkjandi fyrir þá er þetta að hafa, sko, fengið Víking strax í bikar. Já, það er högg. Það er svona, þú veist, það fyrst, Besti drátturinn bara, já, sem það við fyrir þekkjum. mót, sko, það er Rúna sagði líka bara ópenbarlega í viðtölum, bara að hann hafði ekkert mjög gaman að þessu. það var ekkert að skafa því, sko. Þannig að út af því að, þú veist, það væri gaman fyrir að vera með bikarinn, en ég meina þeir eru mjög góða möguleika á fjórðarsætinu, þeir eru bara vonast eftir því þá að Eins og þú segir, þeir verða bara í þessu Evrópumixi. Það hlýtur það. Já, allavega eins og þetta lítur út núna. Já, klálega. Og maður vonaði það, sko. Við farum okkur aðeins í botbaráttuna. Byrjum þá á 12. sætinu. Það eru Eyjamenn sem reka lestina 1 stig og það kom gegn FH í fyrstu umferð. Það er ekki góð ára yfir Eyjamennum. Nei, ég bara, þú veist, þetta getur vel verið þessi fýtt þjálfar alltaf, sko, en þú veist, það sem var gert vel í fyrra, að Þorlákur Árna, þú veist, ég manni las eitthvað liðsskýrslu og leikskýrslu og þú veist, það voru hvað, 15 Íslendingar eða eitthvað og hann náði að, sko, þú veist, byggja stemmingu þannig upp og þú veist, þetta er ekki, þú veist, það er bara þurft að fá eitthvað að mínum að Íslendingi í þetta, náðum að Stemmingsskall bara. Já, þú veist, til að einhvern veginn að byggja upp og þú veist, ef við skoðum leikskýrslunum í síðasta leik, þú veist, þetta er bara ágætt fínasta lengjudeildinni. Já, ekkert mikið meira að það. Nei, þú veist, bara að mínum mati, skilur við. Þannig að, þetta fyrir að vara með, Oliver og fleiri í gangi, en já, þú veist, þeir eru þurft með, og svo náttúrulega voru þeir, þú veist, þjálfarnir kemur ekkert fyrir hvað, í lóki janúar, byrjun febrúar. Þannig að, þá er þetta svona, semma svona, þetta eru svona raðir af atvikum sem einhvern veginn Eru bara að fara úrskeiðis. Já, og það endar þá oftast bara einn veg, eitthvað ótrúlega gerir, sko. Finnst þeir líka bara að vera svolítið aftarlega bara í standi og formi. Þú veist, ég held að þeir eftir að svolítið springa því að ég myndi segja, þú veist, hann kemur seint, þú veist, ég held að, þú veist, tempóið á æfingum hefur ekki verið eitthvað ótrúlega mikið og þú veist, hver var að Hver var að þjálfa? Já, ég segi það. Það er með áttuði Óskar, bara. Já. En já, þú veist, þetta er bara svona, og sett alla einhvern veginn í, það er bara svekkjandi fyrir það einhvern veginn að þetta klúðrast með Þorlákur Árna, sko. Sammála því. Þú veist, Þetta hann sé var- mikill missir, sko. Hann var líka, þú veist, þetta var svona alveg redemption tímabil fyrir hann, sko. Ég veit. Það hvernig stimpast aftur inn. Ég veit ekki, sko, hvað hann er að gera í dag. Hann er bara slagur hundi. bara frí. Bara pollrólegur að byggja. Við síman kannski. Styttist í eitthvað tjóðfætti, sko. Er þetta allt einhverju öðru fram en að þetta sé bara
langslagasta liðdeildarinnar. Nei, Ef maður horfir á pappir og svona, þá er þetta bara það. Já, og framistuðu líka. Og framistuðu líka, sko. Eins og staðan núna, ég meina, þú veist, þetta getur verið fljótt að breyta, sko. Já. Þú veist, ég get að negla það bara niður strax, en þetta lítur alls ekki vel út. Nei, það ekki, sko. En förum í 11. sætið, það eru F-fangar með 1 stig líka eins og Eyjamenn. Fengu það gegn Eyjamennum, þú veist, hvað getur við sagt framgöngu F-fanga í þessum fyrstu 5 umferðum? Þetta bara eitthvað vegferð sem bara svona ekki að klikka. Veist, svo þetta náttúrulega spurning, ég meina Káir, fór í gegnum sama tíma einhvern veginn í fyrra, var ekki að ganga, hvort að menn séu að fara að hlaupa frá skipinu eða ekki. Káir allan búin að því. Já, það verður bara mjög fróðlegt, mér finnst þetta svo mikið eitthvað svona project nothing að fara inn í mótið með fullri virðingu, með þetta leikskipulag og þessa varnarlínu. Ég skil ekki af hverju. Eða eru ósammála eða? Nei, þú veist, þetta er ósammála þegar Fá 4 mörk á því leik næstu, sko. Akkurat. ég fíla, þú veist, svona project, þú veist, að gefa út, þetta er bara, þú veist, ég haf alltaf gaman því, bara klálega. Hvað projekti er síðan, þú veist, það er bara eins og búið að fara yfir og út allt. Þú veist, það er, maður sér ekkert identity, maður sér ekkert nákvæmlega núna hvað það er að vinna eftir. Þá skil ég þetta aðeins minna, en ég meina F-fangurinn verða bara stikkt út. Þú veist, ég fullu trú á Jóa Galdi þjálfara, þú veist, spilaði með honum í heilt ár og veit hvað hann er djúpur í fótbolta og Árna Guðna líka hann sem er með honum, að ég fulla trú á þeim, en svo er bara spurning hvort að skörðin sem er búið að höggva séu of stór. Þú veist, og fleira, en hvað, núna náttúrulega ekki búin að vinna leik, skilurðu. En þess að segja, það sem veldur mér og áhyggjum er að maður sér ekkert pattern, þú veist, ég sé ekki hvað er ætluð að gera. Hvað planið er? Já. Það er Sem er mjög skrítið þegar þú ert í projekti. Þú veist, þetta fer ekkert á milli mála þegar Óskar Hrafn var að byrja. Hvað hann ætlar að gera, hvernig það spila, eftir hverju verið að vinna. Sko, Jói talaði mikið pressutölfræðina PPDA í vetur, í viðtölum og þegar hann var kynntur. Dóra Árna tók góða samantekt þarna í stúkunni. Já. Og bara það sem að sýndi að PPDA-tölfræðin er lakari núna enn í fyrra. Og hann var að gaggrina, Jói Kalli var að gaggrina heimi fyrir lélega PPDA-tölfræði. Þú veist, þetta hlýtur að vera áhyggjefni. Ég held að sé, þú veist, bara margt sem er áhyggjefni þannig í Kaplakrika. Það er stundum sem maður svona með tórir á leikinu og maður er svona, eins og við höfum farið yfir, bara hvað er að, þú veist, vita menn hvað planið er, þú veist, leikmenn. Það lítur út fyrir að þeir vita ekki, þú veist, hvað næsta skref er, hvernig einhverjir triggerar eru eða, þú veist. Þannig að svolítið tómt. Já, það er stóð, en ég veit alveg Jói með skýra sín hvernig hann vil gera þetta. Hvort það sé bara aðeins að fiffa til, þangað til að hann er að atlar og treysti liðin að fara í það sem hann vil gera. Hef ég bara trú á að sé planið, skilur. Svo er bara það að segjum að komin 20. og 3. og 4. umferð. Þú ert bara í harði fallbaráttu. Þú veist, það er ekkert eðlilega dýrt fyrir lið að falla. Sérstaklega. Að þá sér maður ekki hver er það er alltaf reynsla og allt farið. Akkurat. Og þú veist að díla við. Kompani fór nú bara yfir það eftir leikina mútið Hættina með helgina að hann er einu sinni verið í fallbaráttu og það er miklu erfiðar andlega heldur en að þú veist, það er bara lúxus að vera að spila einhverju undanúrslitaleiki og fyrir einhverju toppbaráttu. Þú veist, svona andlega erfiðheitin, skilur, erfiðleikarnir. Þannig að þegar að því kemur að þeir verði, ef þeir verða í fallbaráttu þá er ég ekki að sjá hver er að fara stíga upp og leiða þetta. Prófa niður mannskapinn og stýra þessu. Það ég myndi hafa ágjör af því líka. Þeir vissu ekki hver var fyrirliðin fyrir mót, sko. Hver ætlaði að taka bandið, það sýnir manni svolítið að leiðtogahefnin er ekki beint mikil þarna. Jótti átti náttúrulega að vera fyrirlið. Já, eins og fyrir það fíasko, það er algjört óþarf að fara yfir það, sko. Það er bara algjört fíasko, það er bara það er svo mikið sjálfsmark. Já, til hvers. Algjört. Þú veist bara, Böddi er búinn að hafa með bandi og í síðasta leik. Skilur þú? Frábær leikmaður. Og bara karakter. Já. Og þú veist, þú bara einhvern veginn. Þetta er svona fullkominn maður sem að væri til í að vera með í liðinu núna. Ég hef verið til í að vera kvöldi áður í fundarherbyggi með Jóa og sagt bara býðum aðeins. Við þurfum ekki að kjóla þetta núna. Skilur þú? Þá Ragnar inn í teymið. Þá eru núna í 10. sæti, það eru Keflvíkingar. Það er svona lið sem hefur
komið allar á mér á óvart, þeir eru skemmtilegri en ég bjóst við. Já, skemmtilega að setja upp lið, sko. Ótrúlega hrifin af Davíð í miðveri og Breki Baxter. Búin að vera Mjög frábær. skemmtilegt, já, mér finnst vinnan hans og Sindra mjög skemmtileg. Þú veist, ég held að þeir svona komplementi hvern annan mjög vel. Svo ef að Ljúbítis kemst í gang þá er hann stórhættulegur líka, sko. Hann er náttúrulega bara búinn að vera Já. í gangi. Mjög góð. Markaskorandi. Hann er alltaf fylgur skrokkur. Hann verður bara að haldast. Hann er í hörku standi líka og þú veist, það getur verið djöfullur að eiga við hann, sko, þegar hann er on it. Já, þú veist, þetta er bara svona fullkominn strækir. Bara svona Sesko-típa, svona stór, sterkur, snöggur, rosalega löpp. En það er einmitt, þú veist, er hann að fara að haldast út allt mótið. Byrjar mjög vel. Akkurat. Þeir klárlega búin að koma á óvart, Halli og Bói bara, gera bara flotta hluti. Ég er búin að vera ansi ánægður með það. Ekki alltaf gaman að sjá Sindra, hann gefst ekkert upp, sko. Heldur alltaf áfram. Líka prógramin sem þeir eru búin að fara í gegnum, þetta er eitt erfiðasta prógram. Já. Þú veist, þetta er KR, Fram, Blikar, KA og Víkingur. Það blir ekki að gefa mikið, þú veist, frammestenni fyrsta leikum til KR. Já. Þú veist, og ef hann tapast og allt það, þá gaf þeim að mikið bara, ok, þú veist, við erum kannski ekki eins lélegir á fólk að segja. Bara látum vaða. Algjörlega. Skilur. Fyrir við bara í 9. sætið, það eru KA-menn. Eftir arfaslaka byrjun þá unnuðu Þóri helgina, það hlýtur að gefa mikið. Já, ég meina klárlega, þetta var líka bara geggjaður leikur. Leikur fyrir þig. Já, bara draumur. 70 okkar brot. Já, það ekki, og það var bara draumur líka bara að fá að spila. Mér þessi laugardag var bara frábæri fyrir deildina. Þú veist, bara uppfyllt á 2 stöðum og bara þvílík stemming. Og þessi sigur, þó hann ekki verið eitthvað fallegur, það bara þurftur sigur. Bara klárlega, út af því að það er klárlega að pressa á, skilur, hann er bara búið að vesla svolítið innan það. Og þá bara þurfum menn til að lifra. Ég var bara svo viss um að byrja þetta mót betur, sko. Já, ég er mjög sammála þess að fá Djuric inn og Já, sérstaklega Ólifi líka núna, þú veist. Og líka allir að ræða hversu illa þeir hafa byrjað síðustu 2-3 ár að gerast aftur. Já, það er ótrúlega, sko. Eða einhverja skýringar á því? Það er bara lélegri en hinn liðin, sko, sem við erum búin að mæta. Mér finnst bara varnarlínan spurningamerki fyrir mér. Já, þetta vantar bara í vörðina. Það vantar hafsend. Þeir þurfa bara, þú veist, þessi hafsend eru ógeðslega góður. Þú veist, það er ekki, hvað heitir hann aftur? Markus, já. Þú veist, það er ekki spurning, sko. Og þú veist, þeir annarkvort eru bara að fara all in á hann og leiða hún að spila og fá tækifæri sem að, þú veist, gæti enda mjög vel. En svona, þú veist, ef ég væri í stjórn, þá myndi ég reyna að ná inn hafsend. Svo, þú veist, hvert er þeir eru aldrei að fara að falla. Nei. Klálega ekki. Og vilja bara koma sér í top 6 núna. Þeir eiga alveg möguleika á því að við dett í gang. Einmitt. Er það ekki bara skemmtilega að leiða honum Markusi bara skrokkur á þessum gaur? Þú veist, láta hann bara veðja á hann. Jú, þú veist, já. Þú veist, voru KA-menn ekki að binda vonur Evrópu baráttu allan það er það sem ég með þessum kaupum í ötur? Það er það sem, þú veist, fá Djuric, hann er fók dýr, sko, held ég. En það er einmitt, þú veist, það er einmitt spurningmerki. Hvort eru þeir að reyna að fara all in í Evrópubaráttuna, reyna við fjórðasæti, eða eru þeir að fara bara, þú veist, byggja ofan á þann grunn sem að, þú veist, einhverju svona ungir leikmenn eru. Já, en þeir eru svolítið ekkert með eitthvað, þú veist, er hann ekki basically eini? Jú, svo er bakvörðurinn að það, þú veist, hann 0-3 reyndar, en svo eru náttúrulega einhverjir að á bekk og svona. Þetta er 23 ára fjárhverð, þetta er ekki eitthvað. Maður glemir að maður er svo ógeðslega gaman. Ég veit það, þetta er rosalegt. Þannig að, já, það er spurningamerki hvað þeir vilja, veist, hvort þeir eru að fara að versla einhverja bætingar, en þú veist, fremri línan, miðjan, góð. Það er alltaf bara langt í að þau geti versla. En þú veist, þeir verða alltaf bara að saksa á núna, menn Róttir er alltaf meiddur líka. Þannig að, ég held bara þegar þetta slípist saman að þá er þetta alveg að gera sig vel gildandi til að fara og vera í erflutunum, sko. Ég voru aðeins Króatíu Fernan 2, Djuric og Oliver. Daniel er bara rúinn sjálfstrausti. Oliver hefur komið svona, þú veist, auðvitað kannski lélegu leikformi, var í kvöldarmann út í Króatíu. Já, menn það fekk ekki eins og vera á æfingarsvæðinu. Já, ég meina, þú veist, það er bara eðlilegt. Þú veist, eins og fyrir Djuric, ég meina, hann reynda kemur á óvart að hann sé eitthvað rúinn sjálfstrausti með við svona viðtölum fyrir mót, sko. Það er náttúrulega snillíkur. En svo bara ef það gengur illa og hann er vanur í núna íslenska boltanum að gangi vel, sko. Þú veist, og ekkert eitthvað vanur að tapa 2 leikjum í röð eða 3 leikjum í röð eða whatever. Þannig að
og hann meina Hatti tekur hann út af í hálfleik í það síðasta leik en svo fann hann bara tröstið aftur þannig að ég hef eiginlega engar áhyggjur af honum ég hef meiri áhyggjur af Oliver smelliðan Á hverju? ég bara hvernig Káa spilar hvernig ætlar sér að nýta hann ég er ekki alveg búinn að sjá það en ég hef engar áhyggjur af Djuric sko. mér finnst það bara það góðu leikmann hann er bara eftir að smella þeir eru bara, ég held að sigur helgina skiptir og mun skipta miklu máli þeir eru náttúrulega bara vonast eftir ykkur svona snjúbolta effekt núna að fá smá sjálfstöðstinn, menn byrja svona að spila stæðins betur saman og svo fer bara svona ekki Grímsi að detta aftur inn alltaf búin að vera aðeins frá þá, maður hefur yngar áhyggjur nei bara ég hef bara eitthvað trú á mér finnst þið betri en mörgum finnst þér Ok, við höfum fulla trú á Káamönnum Fyrir með aðeins í miðjumáið Valur, þeir eru í 5. sæti Hvernig er þessi uppskera í byrjun móts? 9 stig, er þetta á pari svona við væntingar? Ég held að þetta er betra en maður bjóst við fyrir mót ég bara en vekkferðin sem Valur er á núna ég er svo búinn að segja áður ég bara skildi ekki ég bara ég veit ekkert nákvæmlega þetta er bara eins og hvernig þessi leikur mútið Káur var þetta var svo skrítið hvernig ekki það og þetta fengur eitthvað færi að þetta byrjun en Káur er betri 97% leiknum sko við erum alveg saman eitthvað færi að ég bara skil ekki nákvæmlega hvert projektið er hjá þeim en svo eru þeir samt alveg með þeir eru með Hólmar, þeir eru með Tryggva þeir eru með Samúl Kára, þeir eru hörku leikmann það getur alveg smollið það er bara eitthvað svo skrítin áræður bara það er akkurat það sem ég var að fara að segja maður skilur ekki hvað það er að gerast ráða Hemma vita allir hvað hann getur gert stemmingskall og svona mér finnst hann ekki samt rétta ráðningin fyrir þetta lega því að einstaklingsgæðina inn á milli eru svakalega og svo, ég veit ekki Þetta er samband hans og Brassel síðan er Aron Jó og eitthvað út í kuldanum síðan eitthvað að kýtast við Ástbjörn eftir síðasta leik þetta er mjög skrítið allt hvort þeir séu að fara í eitthvað rebuild eða ekki en hvort þeir séu svona vonast eftir ykkur bara svona tökum bara prófum þetta ár og svo svona ákveðu okkur á næsta ár eitthvað að við erum að fara að gera finnst manni Já, ég svona vorkinni mest svona gaur eins og Hólmari Erni skilur allt í einhvern veginn lendur í þessu hann har bara vera bara í toppliði Já, einhvern veginn og Tryggvi líka Já, klálega bara þetta er svona með hver að þetta er ekki varan sem að Hólmar keypti á sínu tíma svona, það er rétt að orða það þannig sko þannig að ég bara sá það í vetur hvernig fylgist með við vorum að spila ekkert mótið mann ekki februar eða eitthvað það bara sá maður allt í náttúrulega staðan 3-0 fyrir okkur og með einhvern annan flokk og Brassilinn eitthvað að teikna eitthvað og Hemmi var ekkert að hlusta, hann var alveg saman skilur, og þá sá maður bara ég sá bara strax, þetta mun ekki ganga til langstíma, það gerir það Nei, hvort þetta sé einmitt bara eitthvað svona, Hemmi er fronturinn en svo er bara Brasil bak við allt og svo kannski á næsta ári þá, svitsast eitthvað en það verður fróðlegt að sjá einmitt hvað gerist og hvernig, þetta gæti smotli, gæti ekki en ég held að það verði bara eitthvað svona, aldrei að fara að falla Nei þeir unnu svolítið góðan sigur á Stjörnunni verður þetta svona sveiflukent sumar eða hvernig ég held að Já, það hlýtur að vera sko það eru það góð mikil gæði þarna Samúl geta alveg komið inn bara og frábær kaup Já, bara og gjössanlega neltið og einhvern veginn bundið þetta saman Já og svo hefði frettir ekki markinu og allt þetta dót þannig að svo sér maður einhvern veginn það eru pillur eins og bara maður sá okkur mynd frá Bergi gamla formann eða á Facebook í dag eða í gær eitthvað aðeins að skjóta á það sem er í gangi núna sko. Þannig að það er eitthvað kergja í gangi þarna skilurðu, það hemmið það bara að leysa það hætta kannski að kýla menn og einbætt sér að liðinu ég held með Hemma, það er samanskapast það er svo mikil stemmingskall maður heldur alltaf með þessum gaur sko. Ég man og hann er oftar en ekki nær en öllum leikmönnum með sér lið ég man bara að þjálfa okkur þó að við fjallum með hann þá kom aldrei upp og ítrekka spurðir að stjórna fleiri hvort að við vildum losna við hann fyrir og það vildi enginn losna við hann þannig að hann er klárlega nær mönnum og sitt band þannig að ég vona bara að þetta fara að snúast við hann
Förum í Stjörnuna. 2 sigrar og 3 töp, það hljóta að teljast vonbrigði. Já, jú, ég myndi segja, ég held að einmitt byrjunin og vegferðin sem þeir eru á, það er einmitt annað sem maður er svona, maður veit ekki alveg hver maður er með þá, einhvern veginn, fá Birni, mér veist hann og alveg dotti úr mér hvað hann heitir, Hver? Warren? Já, Benedikt Warren, mér veist þeir ekki ná að spila vel saman, mér veist svona mikil óvissa mikið hvað er að gerast þarna hjá mörgum félögum líka. Já, þetta er bara náttúrulega svolítið mikið breyting og leikstíl í það. Bara frá ári til árs. Og þeir eru allir klálega að stefna í Íslandsmeistaratitilinn og er að stefna á. Þú veist ekki það, það er ekki allt eftir í gang, geta alveg unnið hann. Skilur, og alltaf versla þannig inn. En það er bara sama, þú veist, maður veit alveg að það er fylgt að stjórnumönnum sem eru ekkert ánægðir með Jökul en ég er einhver vafandi frábær þjálfari. En er komin pressa á hann? Já, ég er gríðarlega pressa á hann. Það er bara klárt. Og eðlilega, skilur, sem lið sem er að stefna í Íslandsmeistaratitilinn, tapa 3 leikjum í röð. Það er bara kannski á Liverpool í dag sem þú mátt það. Því miður. En klálega, en þú veist, eins og segi, ég samt er gaman að breytingunni sem er að gera. Þú veist, bara sóknarbreyting og það er bara fullt af mörkum í leikjum og allt þetta. Og þetta er alltaf eitthvað svona smá svona bjóðgað að því sem að Kári er að gera. Þannig að þú veist, hvort að bara þeirra fínstilla það eitthvað, en svo er bara gaman að sjá núna, þú veist, ætla hann að stick to it móti Kári næstu 2 leikjum, Kári næstu 2, bikar og deild og bikar. Þú veist, er hann að fara að ná bara í úrslit. Þú veist, ég er svolítið spenntur að sjá það. Hann var, þú veist, Óskar var að gagnrýna Stjörnuna í fyrra þegar þeir voru að spila. Bara eins og annarkvæmt lið svo sem. Ég veit. Já, heldur gaman að. En þú veist, þeir eru byrjar að svona gera skemmtilega varnarfæslur, Daniel Finns droppar í hafsend og svona. Ef þetta klikkar á móti KR, þú veist, fer þá illa, þá getur þetta farið helviti illa. Já, samanskapið ef þetta virkar á þeim, móti KR, þá getur þetta líka farið bara hans vel. Skilur, með Birni og alla góðu gauruna frammi, Emil komin inn aftur og fleira. Þannig að, þú veist, ég vona, þú veist, for the bara sake of the game í þessum leik, að hann haldi við þetta. Það getur að vera eitthvað veisla. Já. Það getur verið bara leikur tímabilsins ef að svona allt getur eins og við erum að gera. En já, mér finnst samt, þú veist, mér finnst samt einhver gött í liðinu. Þú veist, það er eitthvað sem vantar. Mér finnst svona smá einhver bragur að því að vera með, þú veist, smá svona of margar hugmyndafræði, þú veist, sem eru svona mallandi einhvern veginn og get ekki svona valið eina oft einhvern veginn Akkurát. En já, vonandi munið þetta bara að ganga. Gummi Kreig náttúrulega klárlega ekki heill, svo búið að fara yfir. En þú veist, var ekki alltaf betra að hafa hann, nú er ég bara ekki þjálfari, en var ekki betra að hafa hann bara fyrir miðju? Ég myndi halda það. Já, bara svona pæling. Góð pæling, förum í Þórsarana, nýliðarnir. Það er bara þokkalega stað, 2 sigrar. Ég er í 7. sæti, Siggi Höskulds, er hann ekki ánægður með þessa byrjun? Jó, hefði hann ekki tekið þetta? fyrirfram? Kannski ekki, hann hefði viljað klára KH. Jú, en bara klárlega bara topp byrjun. Það er svo mikilvægt að ná snemma í fyrsta sigur. Því lengur sem að dreina við það, því svona þyngra getur orðið á liðinu, eðlilega. En þetta er rosalega blóðtaka fyrir að missa að tanka. Einmitt, mikið högg. Já, maður var bara, þú veist, bæði búin að heyra á honum í vetur og áður að koma og fleira og hvernig hann var, eins og bara Siggi segir sjálfur, hann var fann að byggja upp liðið í kringum hann og bara leikstíl. Þannig að það er rosalega blóðtaka fyrir hann, sem að verður áhægt að sjá hvernig þetta leysa, sko. Eiga Sigfús Fannar inni sem eru búin að glíma við einhver veikindi, þú veist, hefur verið eitthvað komin að bekknum, hann þarf að stíga upp í fjárveru hans. En það er klálega bara hörku fín byrjun hjá þeim og Spennandi að sjá hvort að ungu strákarnir fá meiri spiltíma þegar líður á mót. Verður ekki með 0,8 mótil inn á. Já, Einar hefur verið flottur sko. Mjög góður sko. Og hann fyrir kannski bara út í sumar. Já, geti gæst sko. Já, undir smá sjó. Endar þar. Þannig að ég svona fyrir þá bara klálega, þú veist, það er svo gott að ná eins og segi sigurinn sem fyrsta sigurinnum. En hann hlýtur að svíða þess að þetta bara í leikurum, þetta er dýr leikurum út í KF. En það er bara hrikalega gaman að vera með bæði liðin uppi. Heldur betur, Þú veist að fá tvo svona leiki á ári.
maður bara hefur sjaldan séð jafn mikla stemningu. Hún líka að tala um að Grímsjóður að segja fyrir leik, hann mætti ekstra snemma að samt voru einhverjum stundum með mættir að bauna á. Og þetta er eitthvað sem að þú veist, bara draumur að fá að upplifa á Íslandi, skilur. Man hefur svona vantað svona ríg, þú veist, ég er náttúrulega mikil Þórsari, pabbi heitir Þór í huga Þór, þannig að mér finnst ógeðslega gaman að þetta lið sé, og líka fá menn heim eins og allir Sigurðsson búin að vera mjög góður, Ragnar Þór. Já. En hérna, mér finnst svo gaman, eins og allir Sigurðsson búin að vera geggjaður. Mér finnst hann búin að vera mjög góður og miðjumaðurinn hann sem á bara einhverja 100 leiki í efstu deild hann í Danmörku. Þetta er alltaf öll nöfn úr hausnum á mér, en já, þú veist, ég vona svo innilega að þeir fari, þú veist, komið sterkari eftir þennan leik einhvern veginn og svo gott að fá 2 sigrar þó að við náðum nokkuð snemma þarna í fyrra, gekk ekki alltaf vel eftir það, en já, ég vona innilega að þeir aldrei sér allavega bara í svona miðjumóði. Akkurat. Já, klálega, bara, þetta er bara markmið númer 1, 2 og 3 að Þór haldi sig í deildinni. Já. Og ég er hrifinn af markmannum fyrirlegan. Aron, það er virkilega góður. Já, bara eins og Vastland sem móti fram, ég menna, þú veist. Það var alveg. Þú veist, hann strax farin að ná í stig fyrir þá, ná í púnta. Þannig að það skiptir miklu máli, sko. Síðasta liðið sem við eigum inni, það eru Skagamenn. Það er svona, hvað eru þeir með? Þeir eru með 4 stig. Já. Fyrsti sigur síðasta leik. Byrjar ekki það vel með að við alla þá herlúra sem var blásið í fyrirmót. Já, klálega. Þetta Gísli búinn að detta eitthvað út, Gummi Tóta búinn að detta eitthvað út, Erik Sandberg þetta ekkert búinn að vera með. Þannig að þú veist, það er eitthvað svona, ekkert allir verið klárir, ekki það er í öllum liðum, eitthvað meiðsli. En sko, Ía náttúrulega kaupir inn frábæra fótboltamenn. En þeir eru bara með 2 velli sem frábæra fótboltamenn spila ekkert frábæra fótbolta á. Það er að segja, þú veist, það er ekkert frábært spil eins og Höll, og það er hræðilegt spil eins og Græsvöll úti. Þannig að og svo heyrir maður því, þú veist, það er eitthvað eins og pirringur í Gumma og eitthvað. Þú veist, en að ná fyrsta sigrinum, þú veist, svo ég að Keflavík heima núna, þá getur þau strax verið konið í 7 stig, þú veist, þetta er fljótt að breytast. Það er klárlega pressa á Lárusi, það hann er búin að búa að leggja ansi mikið í liði, sem er vel. Þannig að það er klárlega pressa á honum en ég meina eins og bara frábær kaup eins og í Markusi. Það er svona óvænt bestu kaupin. Það er svona hingað til allavega. Já, bestu kaupin. Já, hjá Skagamennum þar að segja. Já, Skagamennum. Alltaf sko, búin að skilja góðum mörkum og drullu snöggur en þú veist, ég segi það, þú veist, það er búin að ná í stóra posta og það er, þú veist, þetta er enn eitt lið sem er að vonast eftir Evrópu. En þú veist, ég er búin að missa á líka tilbaka og svo einmitt, þú veist, ert að ná í leikmenn, ógeðslega góða fótboltaleikmenn, eins og Ragnar segir, þú veist, þeir eru ekki vanir svona aðstæðum, þú veist, er þetta réttu kaupin þá eða? Þú veist, það kemur í ljós. Stóra spurningin En á móti, sko, eins og ég alltaf sagt það, Gísli Eyjólfs er besti grasleikmaður landsins. Já. Þú veist, hann er bara með tækni sem er ekkert margir hérna heimari með, þú veist, alltaf einhverjir. En hann, sko, eins og bara, hann gæti alveg tekið yfir leiki á þessu lélega grasi. Hann er bara það góður á grasi. Ef við skoðum bara leiki á Breiðablik í Krikanum, hann er alltaf brilliant. Og bara, hann var bara alltaf verið frábær á grasi, finnst mér. Og, þú veist, það á ekki að koma um á óvart ef Gísli tekur yfir deildinni eitthvað eða Gummi Tóta hrekkur í gang, sem mjög klárlega að gera þegar það drilla inn. En þú veist, það er risa faktor fyrir þá, og ég ætla að Rúnar Már, glemir því, að Erik sé ekkert búin að vera með. Hann var samt smá vonbrigði í fyrra, en þar áður stórkostlegur. Já, og svo Rúnar náttúrulega líka, sem var frábær eftir að Lárus kemur inn í fyrra. Þannig að þetta breytir svolítið dýnamíkinni, sko. Þú veist, þeir er búin að vesla inn, þeir er ekkert endalaust mönnum, sko. Nei, þú veist, Böðvar er búin að leysa miðvörðinn alveg ágætlega vel, en hann er bara ekki miðvörður. Þú veist, maður sér það alveg, þú veist, búin að leysa þetta vel og allt það, en maður sér það bara langar leiðir að, ég held að þeir geti ekki beðið þetta að fá hann Þannberginn, sko. En eru þeir búin að vera óheppnir? Þeir voru flottir á móti Blikum. Það var alltaf klárlega mjög óheppnir það, sko. Það var alltaf bara fór allir dómar gegnum og ég held að það hafi verið Lárus Orri, ég var nú í besta viðtali tímabilsins af ég held að það var bara ykkur, punktinni. Það sem að fór svo, hvað séu? Við mig meira Já, veit því, já.
hann var svo yfirvegar að fara yfir hvað það var lélegt í dómum. Það var mjög hressandi. Já. Og þetta var frábært villa, sko. Mæli bara með að fólk kíkja á það. Þú veist, þeir voru líka flottir stóran hlutaleik skeggkáa, mistu framleikinn klaufalega niður. Já. Þú veist, þannig gætu hæglega verið með Og fleiri voru síðan, þú veist, bara tölur betra á móti Stjörnunni. fannst mér. Einmitt. Þannig að jú, þú veist, þeir ættu örugglega samkvæmt einhverju gögnum að vera fleiri stig. Klálega. Heldur betur. Þá erum við búin að fara yfir liðin. Svona, ef við förum yfir þessa fyrstu 5 umferðir, einhverju leikmenn sem svona öskrað okkur svona óvæntir leikmenn sem hafa heillað? Markús, náttúrulega, bara mér finnst það búin að vera flottur. Davíð Helgi í Keflavík, búið að vera mjög skemmtilegt að sjá hann. Það er bara mjög björt framtíð þar. Ég held að helst náttúrulega bara Hrafn. Einmitt, Krummi. Krummi. Búin að vera algjörlega frábær. Alexander Hrafn líka í KR, maður vissi alveg af honum en Já, vá. þetta. Byrja á honum, sko. Albert var í bánum, sko. Já, það er hérna. Hann er svo ógeðslega, þú veist, svona, deildarinnar vegna vonum að hann fari ekki í sumar. En hans vegna vonum að bara, þú veist, að bara það er eitthvað stórlið sem er að fara að taka. Já, klálega, þú veist, hann er bara svo fullorinn, hann fættur 2010, sko. Þú veist, þá var ég að byrja í menntaskóla. Ég er, þú veist, ekki einu bara 32 ára, sko. Þannig að, þú veist, hann er það ungur, það er bara, honum eru allir vegir færir, alveg klálega. Fleiri sem að hafa komið óvart, það er þetta svona eitthvað sem hafa komið óvart, hvað hefur verið daprir. Já, maðurinn fyrir áttæk. Já. Maður er svona bíða bara eftir að hann hrökk í gang, Daniel, sko. Já, Daniel. Já, þeir eru nokkur Og menn, þú veist, Amir líka í KR, ég er búin að mjög hrifin á honum, sko. Elías Víking. Algjörlega. Þó að það séu þetta nafn, en allir búin að gleyma honum. Þannig að, svona, það eru margir svona búin að vera skemmtilegir, sko, klálega. Og Atli Þór Jónsson í Fram. Einmitt. Mér finnst líka, sem betur, þú veist, gaman að sjá að það eru fleiri sem eru að koma, þú veist, óvart, þú veist, á jákvæðan hátt, frekar en slæman hátt, sko. Margir sem eru að stígu upp, bara nokkuð skref. Heldur betur. Nú eru þið bara að koma inn í þetta svona, eftir að vera leikmenn, og þú ert ennþá leikmaður, en meiddur, svona sem áhorfandi. Hvernig hefur ykkur fundist Lifezone breytingin? Allir leikir á sama tíma og svona, kannski erfitt að fylgjast með mörgum leikjum? Mér finnst það geðvægt. Finnst það geðvægt? Já, mér finnst það snilt. Ég finnst bara snilt að fá bara alltaf sama tíma og, ekki allt, þess að nokkra leikir, þetta er einhverju leikir. Og svo bara getur við verið með einhverja 1-2 stóra sér, skilur. Ég tala ekki sko sérstaklega núna, það er allt í gangi í öllum íþróttum út allt, þú veist. Kannski sumar 15. júli það er ekkert annað í gangi, þá kannski myndi að pirra mig. Pirra mig absolutt ekkert núna og ég er búin að vera mjög hrifinn að þessu. og út af því að annars er ég hvort þeir alltaf, þú veist, náttúrulega ég var á sikkurum tímanum. En mér finnst þetta snilt, ég er mjög ánægður með þetta. Ég er mikill NFL maður, þannig að Red Zone er alveg mitt þeng, þannig að ég elska þetta. Mér finnst þetta geðvægt, en það er einmitt, þú veist, svona núna er þetta geðvægt, það er svo margt í gangi, maður er einmitt, þú veist, svona gott og vont að því maður er með tættur í fótbolta og maður er búinn að bæta nokkuð mikið á sig að maður er bara alltaf heima í sófanum að horfa á eitthvað. En mér finnst þetta geðvægt, en svo er einmitt spurning hvernig, hvort það breytist eitthvað þegar líða fyrir mót. Það breytist ekki þá er háum líka. Það er alltaf eitthvað annað í gangi. Shit, maður verður bara eins og Michelin-kallinn er alltaf um jólinn. Já. Sorry Agnes. Það er ég er hérna þessu. Já, sammála. Á einhverju 2000 daginn, sko. Já, ég skilði það ekki. Sko, fyrir þá sem er að mæta á völlin, þá skil ég þetta vel. Þá ertu að missa af... Svo getur náttúrulega bara verið með sínappið. Stúkuna eftir og... Verður bara með sínappið líka bara í... Stuðnismar, Vals, þetta er öllu sama. Þú veist, hann er ekkert að horfa á 90 mínútur af, þú veist, Þór Keflavík, sko. Hann kannski veit bara sjá mörkin. Nei. Þú veist, þannig að... Fóru stúkuna. Þetta er bara eitthvað vel. Þegar taka bara iPadinn á leikinn og vera með hann til hliðar. Ágætis lokaorð þá bara ætti ég að vera orðinn tómur. Vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna í Kókstúdíóið. Já, bara takk fyrir okkur, bara glæslega stúdíó. Þetta er bara looking good. Ánægður með ykkur. Takk, verið sæl.